Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna í íþróttahúsi á Vesturgötu eða Býfluggan búið eins og við köllum það jafnan. Hér framundan leikur IA og Skallagríms að Vesturlandsslagur af bestu gerð hér í fyrstu deild karla í körfubolta. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að vera með ykkur hérna ásamt Hannibal Hugsoni sem er hérna rétt og kominn er í smá erindagjörðum. Hann ætlar að vera með mig hérna loksins erum við náum við að vera saman aftur hér og við höfum saknað Hannibals mikið í körfunni í vetur en af svona eðlilegum ástæðum og sem að hann hafi ekkert að fara mikið út í þá hefur hann bara ekki náð að komast og sinna þessu eins og hann langar til að sinna þessu. Þannig að við bara gerum gott úr þessu og njótum kvöldsins í kvöld. Og við ætlum að fara hérna yfir hennar leik IA og Skallagrímur situr sem stendur í 8. sætinu í fyrstu deildinni með 18 stig eftir 24 leiki. Skagamenn búin að spila 24 leiki, einungis 1 sigurleikur, þar lendi 2 stig og þannig að það verður vel að ramma reynd að draga hér í þessum leik. Skagamennum hefur gengið bölvanlega í vetur þrátt fyrir að það hefur verið svona ákveðin stígandi Henry Engelbrekt stóri maðurinn hjá IA ekki með í dag frekar en í síðustu leikjum og er meiddist hér gegn Hamri. Þannig að það bara kemur maður í mann stað og þetta verður spennandi. Það er alltaf möguleiki þegar áður að leikurinn hefst og Skallagrímsmenn búinir að síðasti leik hjá þeim töpuður gegn Hrunamönnum á heimavelli 86-98 og það eru fara úttöpuður fyrir Hetti á Egilsstöðum 104-85 en síðasti sigurleikar er að kom 1. mars gegn Hamri á heimavelli 96-89 og Skagamenn síðustu leikir þeirra, þeir gerðu nú reyndar ágætisferð þó að kannski úrslitin segju ekki alla söguna að 10. mars fóru þeir austur í Egilsstaði og spiluðu gegn feikilega sterku liði þar Skagamenn með vængbrotin lið, einungis Lucien af útlendingunum náði að komast með. Kristoffer Glover var veikur og Hendry eins og áður segir var meiddur og það fóru mestmægjast ungir strákar í þann leik og þeir náðu að skora 84 stig í þeim leik gegn 5 útlendinga byrjunarliði hjá Hetti og síðan sjötti maður er erlendi leikmaður og þeir voru fremstu í liði eftir fyrsta leikinga sem er mjög áhugavert og en einhvað sér lokatölur í þeim leik 128-84 útileikur gegn Hrunamönnum þar áður tapaðist einungis með 1 stigi og það var 7. mars 93-92 síðasta heimaleikur hérna með tapaðist með 3 stiga mun 81-84 eins og segir það er búið að vera mikill stígandi í þessu núna eftir sem að líður á veturinn og hér til er kominn Hannibal Hugsson. Ég var að segja það áhorfendur mikið óbúslega höfum við saknað í körfunni hérna í útsendingunni í vetur. Já, ég er ekki frá því að sakna minn smá líka sko. Já, það hefur verið skrítið að horfa á útsendingarnar og ekki að heyra í þér. Já, það er málið. Ég hlusta alltaf á þetta aftur þegar ég er búinn. Akkurat. Hérna, já, bara virkilega gott að fá þig og hérna, hvernig er svona stemmingin hér til og svona tilfinningin fyrir þessu sem við erum að fara að horfa á hér í kvöld? Ég er enda sko, eins kannski skringilega hljóma með að við gengið liðsins, það var ég alltaf bjartið. Já. Ég veit ekki að það svona stingum aðeins að Hendry sé ekki með. Já. Við hefum þurft hann í saman leik, en eins og það kom inn á aðan, það er búið að vera stígandi í þessu og mér finnst þessu 2 stig ekki endilega endurspegla gengið liðsins á tímabilinu. Nei. Skagaliðið er að meðaltali að skora 76 stig í leik í þessum 24 leikjum en það meðaltali er svo sem eflaust verið að hækka í þessum leikjum fylgst með
jafnt og þétt yfir alla metunin en byrjun tímabilsins var mun erfiðari. Þeir komum þannig að skora núna nokkuð reglulega yfir 80 stig, yfir 90 stig gegn Hrunamönnum en það var verið að fá á sig 98,9 stig á móti og þar hefur kannski vandræðin verið þetta helst í vörðin. Það klárlega þannig. Vörðin frákast. Já. En það kannski spurning, nú einar 3 mínútur í leik og við kannski gefum okkur tíma og Hannibal við kannski gefur tíma í að renna yfir liðin með leikmannahópana og meðan að ég aðeins að breiða mig frá. Við byrjum bara á heimamönnum í þá það í treyjum 2 Aron Elvar Dagsson, nr. 3 Þórður Freyr Jónsson, nr. 4 Daði Már Alfreðsson, nr. 7 Kristoffer Klóver, nr. 8 Tómas Andri Bjartsson, nr. 9 Baldur Freyr Ólafsson, nr. 10 Júlíus Nóna, nr. 11 Alex Tristan Sigurðarsson, nr. 15 Arþór Fjarlason og nr. 16 Felix Heiðar Magnason, nr. 20 Lucien Kristófis og nr. 32 Ómar Örn Helgason og þjálfari Skagamanna Hugo Salgado. Það var gestirnir frá Borgarnesi. Skallagrímsmenn eru nr. 1 Brian Battle, nr. 5 Bjartur Daði Einarsson, nr. 6 Arnór Arason, nr. 7 Marinó Þór Pálmason, nr. 8 Davíð Guðmundsson, nr. 9 Arnar Smári Bjarnason, nr. 11 Bergþór Ægir Ríkhardsson, nr. 13 Símon Kovac, nr. 15 Þorsteinn Þórarinsson, nr. 20 Kristján Sigurbjörn Sveinsson og nr. 21 Ólafur Þorri Sigurjónsson og þjálfari Skallagríms Hafþór Gunnarsson. Það vekur athygli mína Hannibal í liði Skallagríms eru nú allavega 2 fyrrverandi leikmenn í Það er rétt hjá þér. Rétt að vekja athygli á því. Þorsteinn Þórarinsson, það var nú dálítið síðan að hann spilaði með en Arnar Smári var nú bara leikmaður í á síðasta tímabil ekki rétt? Var ekki hitt vera? Já, var það hitt vera? Já. Virkilega skemmtilegu leikmaður á að horfa. Já, sá. Og líka gaman að rifja það upp þegar við erum nú í Skallagrímur í mars 2022. Það eru 10 ár í mars síðan þessi lið mættist í úrslitakeppninni. Það eru 10 ár? Það eru 10 ár og þá var einmitt Örn Arnarsson í búningi IA og ég var einmitt að fatta á þann að náttúrulega Hafþór Gunnarsson, núverandi þjálfari Skallagríms, hann lék ekki með Skallagrími þessum árum, þá var hann í Snæfell. Já. En þá var Pálmi var þjálfari og sonur hans Pálmaður einmitt að spila hérna í dag. Hann Marinó Þór, en í liði í þar leikmann með 32, Ómar Örn Helgason, sem spilaði einmitt þessa leiki í úrslitakeppninni. Já, alveg rétt og spilaði nú töluvert hlutverk í liðinu á þeim tíma. Já, og margir í liðinu okkar í dag voru, 5, 6, 7 ára þegar þessi leiki fóru fram. Já, og eflaust hefur svo stemming sem að skapaðist þá, þetta er náttúrulega eins og það voru nú bara 3 leikir í þeirri rimmu. Þó að það hefði verið úrslita það hvort liðið færi upp. Akkurat. En það sem að gerðist náttúrulega þar og eflaust muna margir körfuknattlismenn áhugamenn á Akranesi eftir þessum leikjum og jafnvel þó víða væri leitað að tróðfull Jaðarsbakka höll. Ég veit ekki hvernig við komum, örugglega 300, 400, 500 manns inn í þetta hús. Já. Það var bara ótrúlegt, það var bara fólk stóð með hliðarlínunni nánast. Það var þannig sko. Og Terence Watson náttúrulega og Lorenzo fóru algjörlega á kostum í þeim leik en vissulega sigruðu síðan Skallagrímsmenn nokkuð örugglega í síðasta leiknum og fóru upp. En leiðilegt að segja frá því að ég misti af þessum leik. Ég var staddur í Danmarku og þá hefði verið gott að hafa ég til því. Þetta algjörlega, þetta er skellur. En þá er þetta bara að bresta á og það eru Skallagrímsmenn sem að vinna uppkastið. Marinó sem að stjórnar, Símon Kovac í byrjunarliðinu, líkt og Brian Battle og Arnar Smári. Kovac villum fá villu ennast þarna. Og Davíð Guðmundsson einnig í byrjunarliðinu, hann er fyrirliði titlaður. Davíð gríðarlega góð skitta fer í tristin hérna, hann aðeins skakkur. Nú sem er frákastið. Klóver í tristin, beint ofan kemur Skagamönnum í 3-0. Byggjum það, Þórður Freyr, Aron
Arthur, Kristoffer Klóver og Lucien í byrjunliði Skagamana. Skagamenn að spila svæðisvörn hérna í upphæðu leiks. Battle fer upp að körfunni, setur þetta falla á hann í. Það var góð skóli fyrir Þórð að prófa að dekka Battle hérna í upphæðu leiks. Já, Þórður náttúrulega hefur átt mjög góða leiki í vetur á köflum, en aðra leikjum svona eins og gengur að gera stöðurlega með unga leikmenn ekki alltaf náð sér á strik. Akkurat, það er flottir leikur hjá Aroni á Ísafjörði, á Egilsstöðum í síðustum ferð. Einmitt. 20+ stig. Já, og Aron Elvar einmitt einnig var í kringum 20 stigin þar. Lucien í þristinn, langur þristur, hann er aðeins og stuttur. Kovacs á stað, alla leið upp að körfinni og gerir þetta mjög smekklega hérna. Virkaði stífara en það var í rauninni. Já, þetta var mjúkt svona í lokin. Ára, Klóver, á Lucien. Lucien, kemst upp á körfinni, hvað nei. Fín vörk hérna. Já, Ólafur Þorra. Það er Ólafur Þorri sem er í byrjunarliðinu, ekki Arnar Smári, biðst velur engar á því. Það visti Lucien ekki að því að skotbyrjum var renn út. Davíð finnur skotfærið, hann er of fastur. Aron tekur frákastið. Kemur hann með Þórð. Þórður. Það er hindrunum frá Aroni, Arthur vantar hreyfingu aðeins hérna. Arthur finnur ekki Lucien að hvað, jú, gerir það á endanum. Lucien kerir inn að körfunni, upp að körfunni og bætir við 2 stigum. Góð hindrunum undir í Arthuri. Allt opið fyrir Marino. Marino skilar við svona í, þetta var nú skildustig á honum. Kristoffer Klóver með opið skot, hittir ekki. Fyrir ágætlega á stað, en hann á hætt við því að fyrir menn eins og Battle og Davíð finna færið fyrir utan. Lucien með fína vörn, boltinn út á þó. Ólafur nei, keyrir sjálfur inn að körfunni. Arthur stekkur til varnar og heppinn kannski að fá ekki á sig villu þarna. Já, flott hefur. Það er Klóver. Það er villa dæmd á Battle. Lucien, það er boltan í vinnkastinu. 15 sekúndur á klukkunni og 13. Aron Elvar í opinn þrist, allt og fastur. Battle fer á rás, eru hérna 3-2 núna. Battle fer alla leið, setur hann og já, fiskar villuna á Lucien. Ákveðin hérna Brian Battle. Talandi villu, þá var dómarar leiksins Birgir Örn Hjörvarsson og Stefán Kristinsson. Þú varst ekki búinn að koma með það, ég heyrði það ekki á hann. Nei, ég var ekki búinn að því, kannski getur nú bara varpa þeim upp hérna, sýna þeim þá virðingu. Já. Og sko þeim að sjálfsögðu góðs gengis í sínum störfum. Og Battle setur seinna víti niður og fær eitthvað tiltal. Var þetta þessum orðum beint að Brian Battle hérna? Mögulega. Já, ég sá ekki hvað gerist. Skallagrímsmenn komið núna með helmingsforystu. Klóver upp í skotið, hittir ekki. Arthur í baráttunni. Tekur frákastið, vel gert hjá honum. Klóver reynir að sækja villuna hana, fær ekki en skilar þessu niður, vel gert hjá honum.
Artur lokar á hann hérna, Kovacs í þristinn, aðeins langur hérna, Aroni langaði þetta frákast. Klóver, vantar, koma fleirum inn í sóknarleikinn, gerir þetta vel, nær ekki að skila þessu niður. Sjáum til þess að Þórður Freyr hefur ekki mikið fengið að taka þátt í sóknarleikinn hingað til. Þurfa hann og Klóver nær sér í villu. Hárréttur dómur. Vantar aðeins meira flæði í sóknarleikinn finnst mér. Já. Svona í upphafi leiks. Ég er svolítið að reyna að gera þetta sjálfur en það fauk eitthvað í hann á hann, ég veit ekki hvað gerðist. Nei. Það er eitthvað. Davíð og Marino. Fyrir hindrunna, Lucien lendir nú ekki á henni. Marino gerir þetta frábærlega. Virkilega fallega gert hjá honum. 12-7. Lucien inn að körfunni, kikkar því út á Klóver sem er á stuttur. Marino keyrir inn, finnur Kovacs og Lucien brýtur á honum. Það er full langa flugbreytan inn í teginan Marino. En þetta er önnu villan á Lucien, það er ekki gott og Baldur gerir sig á kláran væntanlega að skipta við hann. En er það Klóver búinn að vera veikur. Var í rauninni veikur, var það ekki þegar þeir fóru austur, skildist mér á gegn Hetti í síðustu umferð. Arthurs sem fyrir öllum. Kovacs er ekki uppmálað hér. 13-7. Jájá. Gríðarlega öruggur á línunni. Allt og mikið dripp finnst mér í sóknarleiknum hér. Lucien erfitt skot, Aron með frábært frákast, nær ekki að klára það. Kovacs með frjálslegt Evrópuskref, kemst upp með það og Skagamönnum dæmt innkastið. En ég verð að segja að þetta er annar sóknarleikur heldur en við séð frá Skagaliðinu í vetur og undan svona sérstaklega í síðustu leikjum. Þar sem að boltinn hefur yfirleitt fengið að ganga miklu meira og það er einhvern veginn meira í gangi. Það er svolítið mikið einstaklings núna. Ég held að Þórður Freyr til dæmis sé búinn að snerta boltan einu sinni í leiknum. Sveimir þá. Og það kann ekki Górilukk að stýra. Klóver upp í tveggja stiga, hittir ekki. Þórður er mitt. Galopin út á kanti. Baðum boltan. Batul. Kovacs lætur að fá hann aftur. Snýr við. Aron til varnar, Kovacs undir körfunni, Baldur gegn honum. En Kovacs gerir þetta virkilega vel og þá er tekið leik hér. Og Hugo Salgado ekki skemmt. Nei, 16-7 þegar 3 mínútur og 42 sekundur eftir af fyrsta leikluta. Þetta er skjaldgrein sem menn geta verið glaðið með að hafa búin að skora 16 stig en 7 stig er á lítið. Já, Simon Kovacs er stigahæstur þeirra með 6 stig. En stigaskorið er að dreifast ansi vel hjá þeim skallagreinsmönnum. Já. Baldur með 4, Marino 4. Það er rauninni bara Davíð sem er ekki búinn að skora. Og já, ekki Bergþór sem var komin inn á fyrir hann. Hjá Skagamönnum er það bara Kristoffer Klóver með 5 stig og Lucien Thomas Kristoffers með 2 stig. En á móti kemur það er líka bara 3 menn hjá IA búin að skjóta í þessum fyrsta leikluta. Já, þetta má bæta töluvert. Þetta er svo sem annað en við líka höfum við séð að oftar en ekki hefur Skagalið verið að byrja leikina nokkuð góðum krafti. Já. En Skallagrímsmenn mæta hérna ákveðnari til leiks, ég held að það sé ótt að segja það og koma hérna í pressu allan öll og Lucien fær bara ekki boltan. Þá er það Þórður Freyr, hann er fljótur að losa sig við hann
Lucien á Þórð. Þórður er opinn, hann fer í þristinn. Beint og nýtt, þetta er það sem við viljum sjá. Við erum búin að vera að kalla eftir þessu. Já. Símon Kovačin á Batúl. Frábær hreyfing hjá honum en skotið mjög erfitt. Aron Elvar fer á stað, Lucien með honum. Það er Skallagrímsmenn á að komast aftur fyrir þetta. Lucien síðan í tveggja stiga skot, skilar þessu niður. Vel gert hjá honum. Skallagrímsmenn koma vel tilbaka eftir leikriðið. Já, það er eitthvað, hann hefur eitthvað sagt við á hana og náða að brýna sína menn. Kovač með fína hreyfinga, einhver ágætis villa hjá Baldri. Já, bara missar hana. Kemur Arnar Smári inn á fyrir Marino hjá Skallagrími. Kovač búinn að setja bæði víti niður í leiknum hingað til. Já, kom að því. Já, síðara vitið rata rétta leið. 17-12. Það er ágætis kapli núna hjá heimamönnum. Baldur. Já, Þórður fær hann hjá honum. Já, þetta er betri hreyfing núna í sókninni. Klóver. Finna körfunni. Sterk hreyfing hjá honum. Batúl út á Arnar, Þórður Freyr eftir hann. Kovač á Arnar, Þórður aftur á honum. Frábær hreyfing hjá Arnar, það er mjög erfitt skot, Kovač. Og þá fær hann villuna dæmda á Baldur sem að stóð þarna. En ef menn rétta handleggina aðeins svo langt fram að þá er hættan á að sérstaklega þarna inn í þessum hálf hring undir körfunni. Já. En Kovač erfiður við að eiga þarna í frákastunum, en eitthvað... Hann tók ómörg skot og ómörg sóknarfrákast, hann var þreyttur. Já. Það var kemur stutt svíti í lokinu. En já, og svo var það aftur langt, það er típist. Já. Of stutt víti kallar á eitt of langt. Akkurat. Oftar en ekki, Klóver á Lucien. Menn geta jafnað. Algjörlega búinn að snúa þessum leik við aftur. Klóver fer hérna á milli manna. Glæsilega gert af Chris Klóver. Við sjá að Hugo var ekki sáttur, þannig að vildi að meina að handarhreyfingin hjá Baldri áðan hefði verið bara ekki neitt með þetta. Já, og Lucien að fá sína þriðju hér villu. Og þá kemur Tómas Andri snöggur á fætur hérna. 3 villur í fyrsta leikluta, það er ekki jákvæða fréttir. Nei. Og Batúl skila niður fyrra vítinu. Já, Hugo Salgado virtist ekki vera alveg sáttur með að fá ekki villu hana áðan þegar að Klóver fer inn að körfunni. Þá er það Þórður Freyr væntanlega fyrir að mæða meira á honum að stjórna sóknarleiknum í fjarveru Lucien. Þórður með flott skot hérna, gerir þetta frábærlega, Þórður Freyr. Þannig er Þorsteinn Þórðarson kominn inn á. Gott ef að hann var ekki í skaðaliðinu í þessum leik. Hann var hann í Skallagrími þá? Já, hann spilaði ekki þessa leiki en hann var í hóp. Aron með frábæran sprett og skilar þessu stórkostlega niður. Og Skagamenn komnir yfir hérna, frábær sprettur hjá Aron Elvari. Og þetta var ekkert auðvelt mál að klára þetta. Alls ekki. Arnar og Davíð á Batúl. Bergþór, það er hindrunna, nær ekki að finna skot hér. Bakkar með Þórðinn, setur þetta vel niður, þetta er fallega gert. 30 sekundur eftir að fyrsta leikluta. 20 sekundur skottlíkinni. Já, Klóver. Þarf að hafa fyrir hverju hreyfingu hérna. Aron, já, Þórð. 12 klukkunni núna, Elvar í þristinn.
Þessi lítur vel út. Og Skagamenn 2 stigum yfir. Þetta allt annað heldur en hérna bara fyrir einhverjum 5 mínútur síðan. Þetta leikli hjá Hugo hefur skilað fínum árangri hérna. Og Batúl í þristin, beint onni og klárar hennan leikluta og kemur Skallagrímsmönnum yfir. Og þá skulum við kannski heyra það helsta úr tölfræði heimánum, Hannibal. Já. Arnur var það komið 5 stig hjá Skagamenn líkt og Þórður Freyr og Chris með 9, Lucien 4. En eitthvað segir mér við sjáum ekki mikið af honum í öðrum leikluta hjá vegna villuvandræða, en hjá Skallagrímsmönnum þar Brian komið með 9 stig, Marino 4, Kovacs 7 og Ólafur Þorri með 2 og svo Bergþór Ægir með 2 af bekknum. En þetta byrjunarliðin sem að sjá stigaskorið. Það eins og sé, það 2 stig komin á bekknum frá Skallagrími, ekkert hjá IA. Já. En það svo sem ekkert óalgengt í fyrstu leikum. Það kannski kíkjum líka aðeins á skotnýtingin hjá IA 50%, það 10 skot af 29, meðan það 8 af 18 hjá Skallagrími. En já, en þetta var ágætis endurkoma hérna hjá okkar mönnum. Og þetta segja það. Heldur betur, ég ætla að bæta við á hann. Skagamenn eru 3 af 7 í 3 stiga skotunum sínum. Á meðan að 3 stiga skotin hjá Skallagrími eru 1 af 5. Það var þetta eina skot sem að skilur liðin af. Nú annar leikluti að hafinn. Það Arnar til varnar og Þórður Freyr laus út á kanti, fer í þristin, aðeins á stuttu núna, það vantanlega Skagamenn sem eiga þetta. Tómas kastar þessu inn á, Aron nær ekki til boltans og Batúl og Arnar Smári hérna 2 af 1 og Arnar klárar þetta auðvitað. Þórður á Aron fyrir inn að teig, finnur Tómas undir körfunni, nær ekki að skýra þessu niður. Glögt auga hjá Arn að sjá hann beint undir. Já, ég veit ekki hvort að Tómas bara bjóðst ekki við að fá hann hana. Það kemur skotið frá Bergþóri. Ómar Örn Helgason kominn inn á. Kristófer fer í þristinn, gengur ekki. Þorsteinn, þetta það sem hann gerir, frákastar hér. Batúl, Ómar stoppar hann en frábær hreyfing, nær frákastinu sjálfur og Ómar brýtur síðan á honum. (26-23) Skagamenn ekki komið með 1 sóknarfrákast á meðan að Borgnesingar eru komið með 3. Já, þetta eins og við tölum hérna fyrir leik. Það aðeins vandræðir á þessu sviði. Ómar tekur frákastið. Tómas á Þórð. Fín hreyfing núna á boltanum. Þórður með annar flott skot, það eittir ekki. Upptaka frákastu og keyra. Davíð stoppar við þryggjastega línuna. Hann of langur þessi. Klóver brotið á honum síðan. Það einhver smá pirringur í okkar manni. Já. Kemur Kovacs inn á eins og Marino. Batúl fær að hvíla sig. Þorsteinn fer að velli. Aron kastar með pressunni og keyrir inn að körfunni. Ómar
og gerir þetta frábærlega Ómar Örn. Það var snöggur hann á stakk sér á milli þeirra og þá skildi það 3 eftir í pressunni. Arnar í Kristinn, vel frá því. Það fylgist með baráttunni undir körfunni hjá Ómari og Kovacs. Ómar alltaf ekki gefur henni neitt þannig. Klóver. Já, það er vill að dæmd á Bergþór Ægi fyrir að reyna að berjast þarna fram hjá skríninu frá Aroni. Ég held fyrst að hann ætlaði að dæma villuna á hann og þetta er Jón Óttar villa. Það er alltaf gaman að sjá þetta annars vegar. Ég held að sko að fáir menn eða dómarar hafi haft jafnvel mikil áhrif á framkvæmd svona, já, að þegar sko sama hvort hún nær boltanum ekki, þá er þetta bara alltaf dæmt. Og hann hafi eflaust svona tölfræðina með sér í því sko. Tómas út í horninu, fer í þristinn, beint og hann í. Það er skaman með einu stíður. Marino keyrir inn á körfunni, ekki og nýtt, Þórður Freyr með frákastið. Komst full auðvitað upp á körfunni. Já. Það tók þetta eins á hann undir hringinn og hinum með við. Aron keyrir inn á körfunni, Bergþór til varnar, þetta er erfitt skot. Það kom með frákastið, keyrir alla leið, Davíð út á vinstri kantinum, hikar, Tómas. Hikar. Einhvern tíðan hefði maður séð Davíð skjóta þessu. Já. En hann er ekki enda búinn að hitta úr þykistarskot í leiknum, þannig að það er kannski eitthvað smá, hefur einhver áhrif á hann, veit ekki. Bergþór hittir ekki, dansar upp úr. Arnar til varnar, Þórður keyrir inn að körfunni, erfitt, mjög erfitt. Ómar Örn tekur frákastið hins vegar, boltinn fór ekki í hringinn, sýndist mér, en endur stilt klukka enga síður. Tómas, hann dansar upp úr honum. Við sjáum að Borgnes er að keyra á í hvern einasta skipti. Já. En gegn ÍA-liðinu sem að ég tilheyrði hérna einu sinni, þá hefði þetta verið mjög sterkt vopn gegn Fíliði sem var menn svona aðeins yfir þingfestu sumir og jafnvel í eldri kantinum einhverjir. En þetta skalið er vel þjálfað. Tómas, nú er að sókna frákastinn að skila sér. Skinn sem var að stilla sér fattur. Já, Klóver fer á stað, erfitt skoti á honum. Bergþór gerði vel í að stoppa hlaupið hjá honum hann. En Skagamenn leiða enga síður. Þarna Davíð Klóver kemur út á mótunum. Þetta var ekki galopið. Aron, þegar hann kemst fram hjá fyrsta manni, þá leggur hann á stað á fullu spani. Þórður, bakkar út, það er hindur unnar, keyrir inn að körfunni, Bergþór til varnar, frábærlega gert hjá Þórður Freyr og þá er leikið sem að Skallagrímsmenn taka, ég er ekki hissa. Skagamenn komið 3 stigum yfir og nú er spennt að sjá hvort að Skallagrímsmenn komið tilbaka eftir leikliðið eins og Skagamenn gerði á hann, en ég hugsa að Hugo sé tilbúið með einhverja ræði núna þegar það er annar leikur nánast hálfnaður, 5:26 eftir á öðru leikundan. Já, þetta er, kannski reynum að varpa upp hérna einhverjum smá svipmyndum hérna. Það er, við sjáum reynda bara þennan sprett hjá Þórði Frey. Brian er enn stigasti maður vallarins hjá Skallagrímsmenn með 10 stig og Kovacs með 7, svolítið síðan hann skoraði síðast. En hjá Skagamönnum er Chris komið með 9 stig og Þórður með 7 og Aron 5. Já, en Þórður, Aron og Kristófer búinir að spila alla mínúturnar hingað til í leiknum. En Kristófer
Clover fær að hvíla sig núna í smá stund. Lucien kemur aftur inn á. Gleymum því ekki að hann er með 3 villur. Hefur svolítið lofað við hann í vetur að hann hefur verið svolítið í að fá villur. Kovac, Batul, frábær vörð hjá Tómasi. Tómas er að koma af nokkuð krafti inn í hennar leik og nýta mínúturnar sína vel. Ólafur Þorri komir aftur inn á hjá Skallagrimi. Batul, það er hann úti, Tómas til varnar. Tómas næri að halda sig fyrir framan Batul hérna. Bakkar hann inn núna, þá kemur Ómar í hjálpina. Davíð þristinn yfir Aron og setur það. Þetta er skot hjá Davíð. Hreyfinga bolta núna á liðið, skulum við segja. Tómas út í horninu, Tómas fer í skotið, fallega gert. Marino frábær vörn hjá Ómari Erni. Ómar vissi allan tíma hvernig það myndi fara. Já. Þarna kemur kannski, þarna borgaði sig að hann var að líka spila fyrir 10 árum. Já, akkurat. Kann aðeins leikinn. Já, en það er nefnilega það sem að kannski einmitt Ómar færir þessu liði er náttúrulega einmitt fyrir utan náttúrulega baráttuna undir körfunni. Já. Og smá hæð og smá þyngd en reynsla. Lucien á Ómar. Ómar keyrir inn að körfunni núna, Kovac í varnar, Ómar óöppinn með skotið þarna, þetta var erfitt. Tómas með fína baráttu og vinnur uppkastið en það er Skallagrimur sem að... Þetta var góð barátta, gaman að sjá þetta. Þetta þýðir náttúrulega næsta uppkast eiga Skagamenn þá. Þetta telur þó að Skallagrimur fái boltann. Batul, Ólafur á Kovac, þetta er frekar auðvelt færi en hann misnotar það. Lucien, Tómas fremstur og fær villuna, gerir þetta vel. Fiskar Davíð upp í loftið þarna. Þeir á vítalínuna, fyrsta sinni í kvöld. Tómas kom með 5 stig, virkilega góð innkomið hjá honum. Betur að setja það. Fjörastega munur. Skagamunum mínur. Mikið líkur í verðinni. Marino á Villa dæmd réttilega heldur á væntanlega Tómas. Já, þarna var vörnin steinsóðandi að Skagamenn. Já. Batul, boltan, frábær vörn núna. Davíð nær ekki skotinu. Marino, Ólafur Þorri, hann fyrir þristinn. Allt á stuttur, Lucien nær ekki frákastinu. Marino fyrir það í þristinn. Allt á stuttur líka, Batul með frákastið, skilar Hessoni. 3 skot í sókn, þau alltaf að skila stöðum. Já. Það er ákveðið yrði vonbrigði en vonbrigðin okkar megin eru einmitt að þeir fái 3 tækifæri í einni sókn. Þetta fyrsta frákastið var nú kannski svona fríki eins og maður segir. Langt Lucien inn á Ómar, Kovac til varnar. Ólafur Þorri einnig. Ver skotið en umkastið er Skagamanna. Sekundar á skotflugunni, þá er það tekið bóttan inn. Lucien fær hann og nær ekki skotinu. Kovac lokar vel á hann, þetta er erfitt. Lucien rétt á hann og leita Þórði Frey þarna. En við sjáum Skallagrimur keyrir. Batul í þristinn. Þessi leit vel út allan tíman. Beint ofan í og þá tekur Hugo Salgado aftur leikli. Vill stoppa þetta. 5 stig núna í röð hérna hjá Skallagrimsmönnum. Komið í 1 stig yfir. Og Batul þá komið með hvað 15 stig.
Já, þetta bara, við erum að fá spennandi leik. Já, það er nú það sem er nú skemmtilegast í þessu saman. Þetta sko fyrsti leikvöldi þar var Skallagrímur vann þann leikvölda með 1 stigi og annar leikvöldin er jafn 11-11, þannig að það er ennþá 1 stigs munur á liðunum. Það verður ekki minni munur. Nei. Sama lið heldur áfram hjá Skallagrími eftir leiklið. Að ná ágætlega saman hér. Þessi 5. Kristoffer Klóver kemur inn á fyrir Lucien aftur. Öðru leiti óbreytt lið, eða ekki rétt hjá mér? Jú. Tómas, Þórður, Aron og Ómar. Aron á Ómar. Tómas. Þarna tífeið núna á þessu. Þórður, Ólafur til varnar. Þórður, heppinn að fá ekki dæmt þessi skref þarna. Það er út í hotni, 4 á klukkunni. Þórður í mjög erfitt skot, allt og stutt. Og það er svona Ómar Örn sem hefur gert hann bara síðast. Þetta var sókinn fór vel á stað. Enduði í einhverju svona öngstræti. Pressan hérna, en Tómas heppinn fá ekki þessu villið hérna. Davíð fyrir fristinn og fastur og í Davíð ekki að finna fjölina sem betur fyrr kannski fyrir Skagamenn. Já, þessi vörn hérna hjá Aroni og var ekki Tómas eða Þórður sem var með honum. Þetta var svona, það var smá tjass-feelingur yfir þessari pressu. Já. Það er að reyna að komast yfir aftur. Klóver. Það sé hundur á klukkunni. Klóver eftir í rauninni hann að Kovacs eftir hindrunina. En Aron ekki nógu smúð þarna. Marino keyrir inn að körfunni. Ólafur frábærlega gert. Þetta er vel hlaupið, hraðahlaup. Jóma mikið á baki vörðinu hjá ÍR. Það var nú Marino alveg vitt að fá þessu villu. Ólafur fær sér villuna. Ég sá að það var svona, dómarinn var alveg við það að fara að dæma villuna þarna á fyrra og þá hugsaði hann bara, neða, það var engin slagi sem Ólafur fekk þarna. Og það eru 2 víti. Aron Elvar Dagsson. Rétt er það allt saman. 1:42 eftir af fyrri hálfleik. Það er kannski, væri nú ekki úr vegi Hannibal að við myndum svona aðeins vekja athygli á því að þegar við förum í hálfleikspásun okkar, þá ætlum við að sýna smá stutt myndband sem er mjög skemmtilegt og eflust hafa einhverjir okkar svona diggustu stuðningsmönnum á YouTube séð þetta og Facebook og fleiri stöðum, en það er sagnfræðingurinn í okkar hópi gróf upp eldgamalt stuðningslag fyrir knattspyrnuna í Akranesi síðan 1956. Sannlega elsta stuðningslag í... Já, 3 sekundur hérna Kovacs myndi ég halda, en villan dæmt áður en að það... Já, þetta er sem sagt lag eftir 12. september, lag og texti eftir 12. september. Og hann heitir Sigurður Ólafsson. Er það ekki sá sem syngur það? Jú, þannig að ég hvet fólk til þess að sitja örlítið lengur og sjá þetta. Þetta er þvílík heimild og skemmtilega myndir sem fylgja myndbrotinu, þannig að tónlistinni. Þannig að ég hvet ykkur til þess að hingra og sjá það. Hérna, þegar að hlauta verður til hálfleiks, en Skallagrímsmenn að komast 4 stigum yfir aftur. Kovacs búinn að finna fjöluna hann á vítalínunni í 39-34. 1:15 sekundur. Hugo hefur ekki alveg náð að snúa þessu við núna eftir þetta leikli eins og fyrri leikliðum. Þórður í fristinn, aðeins skakkur og Battum hirðir frákastið af Kovacs hana. Mínúta eftir að fyrri hálfleik. Ólafur undir körfunni. Ekki sendi ekki Davíð hana. Eftir á hennan, skægin á það. Já, frábær sending en erfitt í rauninni skot fyrir
var skipting hjá Alex Tristan Sigurjónsson að koma inn á hérna fyrir Þórð Frey, loksins fær hann að hvíla sig hér. Menn reyna núna að rétta sinn hluta örlítið hérna í lok hálfleiksins. Klóver keyrir inn að körfunni, fær enga villu, jú, hann fær hann að bara víst og klárar þetta. Hlaut að koma að því hann fengi. Já, hann er búinn að keyra mikið á körfunni og það ótti svolítið skilið að fá. Það er með þessum að Skallagrímsmenn hafa svolítið verið að fá. Þeir hafa verið að spila mikið undir þannig að þeir hafa verið að fá vítaskot. Nei, ekki nær hann að gera þryggjastega sók, það er þryggjastega munur það núna. En Skaginn fær boltan aftur áður en að leiktíma lýkur í fyrri hálfleik. Davíð enn að misnota þristana. En þetta þýðir náttúrulega þá að Skallagrímsmenn fá boltan aftur einnig. 8 sekúndur á myndi skotaleik. Klóver snýr sig inn að körfunni og fær villuna, gerir þetta virkilega vel. Kemur sér á vítalínuna. Fórnum í hellingstrafík. Ákveðnum á villan, ég misti ég að því. Þeir eru engin milli vandræði hjá Skallagrímsmönnum. Kemur Júlíus Duranóna inn á fyrir skotmann væntanlega. Kemur inn á fyrir Klóver. Villan var á Kóvang, hans önnur villan. Nei, það er langur. Já, hann vildi fá skiptinguna, hann var ekki alveg vissa. Nei. En þá væntanlega er það Skallagrímsmenn sem að ljúka síðari hálfleiknum. Battur út í hornið á Davíð fer í ennið Tristinn, misnotar ennið, Kovacs með frákastið og Júlíus brýtur á honum á gólfinu, þannig að það er ekkert Skotréttur kominn hjá Skallagrímsmönnum, þannig að það er innkastir 8 sekundur eftir. Já. Þá kemur Daði sem kemur inn á núna, Daði Már. Arthur fyrir að velli. Já. Vippa unglingurum inn á hérna í nokkra sekundur hérna, fá smá auka pásur. Ekki hotni á Ólafur keyrir inn að körfu, Júlíus brýtur á honum. Þetta er menn að gera þegar það fá þessar mínútur að ef þú færið ekkert annað þá færið allavega villur. Já, vel gert, en Ólafur fer á vítalínuna og þá eru 5 sekundur eftir og Chris Klóver kemur inn á fyrir Júlíus og Lucien kemur inn á fyrir Daða sem var að stíga á völlin. Þessi handboltanum að spilaði bara vörðina. Sókn. Hugo hefur séð það eru 5 sekundur, það er möguleiki ef að Ólafur setur víti niður sérstaklega að þá fá Skagamenn innkast með 5 sekundur eftir. Það er hellingstími að fara upp völlin. Ólafur eru öruggir í vítunum heilt yfir. Já. Skallagrímsmenn. Já. Og tókst að jinxa að Battur tekur frákastið, misnóta síðan skotið og Tómas stígur á línuna, 0,6 sekundur eftir og Skallagrímsmenn eiga innkastið. Já, er tvöföld skipting hjá Skagamönnum. Baldur kemur inn á sem og í fyrsta sinn, já í vetur ætla ég að segja, Felix Heiðar, eða var hann einn af þeim sem fór austur í Egilsstaði. Felix Heiðar að koma inn á hér 16 ára allavega, já 16 ára þessu ári, en mér skjáttast ekki hefur stundum verið á myndavelni á okkur hérna í útsendingum og það eru sumir úr teiminu sem komast inn á völlin en það er algjörlega. Við erum ekki með henni alltaf. Já, það var 1,3 sekúndur eftir Kovacs fær hann og vill að dæmda Baldur og þetta er ótrúlegt. Já. Sko, þú sér það þessu núna, sko, Skallagrímsmenn eru að fara að taka víti númer 17-18 í þessum fyrirháleik og meðan Skagamenn halda ekki 7. Já, það er gríðarlegur munur. Kovacs, já. Finnur það og getur komið Skallagrímsmönnum hérna 5 stigum yfir sem hann gerir ekki. 41-37 er
staðan í hálfleik og við kannski rennum yfir allavega stigahæstu menn hjá Skagamenn. Kristoffer Klóver 12, Tómas Andri, Þórður Freyr með 7, Aron Elvar 5 og Lucien Tómas sem hefur náttúrulega verið talsveit utanvallar vegna villuvandra með 4 stig. Brian Anthony með Battle með 15 stig, Símon Kovacs 9 og síðan Ólafur Þorri með 5, Marin og 4, Davíð Guðmundsson með 3. Þessi dýrt þess að með Lucien, hann bara búinn að spila í raun og veru 1 leiklut, rétt rúmlega 10 mínútur og 47 sekundur á spilatíma. Já, Símon Kovacs kom með 10 frákost bara í fyrri hálfleik og 2 í rauninni frákasta hæstu mennirnir báðir úr liði Skallagríms, Símon með 10 og Brian Anthony Battle með 7. Og af þessum 10 hjá Kovac eru 3 sóknarfæri. Já. Herðu, þá bara komið að því, Hannibal. Nú ætlum við að vippa í loftið nýju myndbandi við gamalt lag. Já. Eldgamalt lag sem að ansi margir héldu að væri bara einfaldlega glatað eða vissu ekki af. En það heitir, ef ég man rétt, Akranes skórnir. Já, og er sannlega fyrsta stuðningsmannalagið, víst. Já, gefið út 1956, við skulum hlýða á það. Í matti ríkir sá mikli vilji og nattfjöld eins og helgidóm og knöttir röka hans rösku sveinar og rás með Akranes frægu skóm. Kantinn hægur í mig feikna flýti, færir við ríkar akra gott. Leggur honum til Símons fót og þar kostið Þórðar jót og Þórður bregður við brás og botnin kveður við há og síst í loftu upp í boga við bræðranna spark. Hann flýtur út herreyjans há en Halldór skalla hann þá til Þórðar þótt svo voðsendir byttin í mark. Þá brýst á hurra Akranes að lengi lífi, hurra Akranes að lengi lífi, lífi. Þeir ungu sem frætlega unni hér við segjum hurra landsbygda lengi lífi, hurra landsbygda lengi lífi, lífi. Sá andi til sigurs för. Landsbygda lengi lífi, lífi, sá andi til sigurs för. Þórður bregður við brás og botnin kveður við há og síst í loftu upp í boga við bræðranna spark. Hann flýr til út herreyjans há en Halldór skalla hann há til Þórðar þótt svo voðsendir byttin í mark. Þá brýst hann hurra Akranes að lengi lífi, hurra Akranes að lengi lífi, lífi. Þeir ungu sem frætlega unni hér við segjum hurra landsbygda lengi lífi, hurra landsbygda lengi lífi, lífi. Sá andi til sigurs för. Við segjum hurra landsbygda lengi lífi, hurra landsbygda lengi lífi, lífi. Sá andi til sigurs för.
Já, komið sæl aftur hér áhorfendur góðir velkomin í bílvagnabúið á Vesturgötu. Ég og Örn og Hannibal sitjum hér ennþá og bíðum spenntir eftir síðari hálfleik. Staðan 37-41 fyrir gestina í hálfleik. Það er kannski ágæð gaman að bera saman. Það er nú skotnýtingin hjá báðum liðum svona, ég myndi nú að halda svona, já, mjög svipuð, 38% hjá Skagamönnum í heildina, 34% hjá Skallagrími. Tveggjastiga nýtingin 40% hjá heimamönnum gegn 45% hjá aðkomumönnum eða gestunum. Þriggjastiga nýtingin er svona talsveit betri hjá Skagamönnum, 33% gegn 18% hjá gestunum. En það er Skagamenn verða að koma sér meira líka á vítalínuna. Það er að vera með 3 onni af 7 af vítalínunni í fyrirháleik er ekki nóg. Nei, það hefur nú stundum loðað við heimamenn og Skagamenn að vítanýtingin hefur oft á tíðum ekki verið nógu góð. En Klóver klúrar fyrsta skotinu. Þá keyra Skallagrímsmenn sem fyrr skora auðveld stig. Það er staðar sem Lúsien er í hérna á 3 villum að fara í þessa vörn. Já. Það var reyndi. Bergþór Ægir kláraði þetta vel og fékk sig að villu hinum megin. Það eru Bergþór Símon, Bartul og Ólafur og Marino sem að byrja síðara hálfleikinn fyrir Skallagrím. Lúsien, Arthur, Aron, Tómas og Kristofur Klóver sem að byrja hérna fyrir Skagamenn. Skagamenn er aðeins fattin að vera að safna fleiri vittir núna og Bergþór að fá aðra hérna á þessari fyrstu halvu mínútu í síðari hálfleik. Já. Lúsien reynir að koma að það menn Arthur gengur ekki. Kovacs, Bartul upp í hotna á Marino, hann stígur á línunni og það eru 2 stig fyrir Skallagrím. Byrja síðara hálfleik hérna af krafti. Klóver. Aron undir, reynir aftur annars góðum bolti hjá Kovacs. Þeir að reyna að finna Arthur þarna. Og Tómas læðir sér í villu. Spurning hvort að Salgado þarf að bara fljótlega að taka leiklið hérna þáttur að þriði leiklið sé bara nýhafinn. Já, og Karva frá Skallagrími hérna kemur með minnst okkur 10 stig niður og það er þessi þriði leiklið Gríla sem hefur nú verið oft tíðum hjá mörgum liðum. Já, minnst ekki á það er búið að vera í vel á annan áratug. Aftur stígur Marino á línunni, hittir ekki að þessu sinni Arthur og uppkast. Ólafur gerir þetta vel og það eru Skallagrímsmenn sem eiga boltan. Sækir þetta bara. Arthur tók frákastið en það duði ekki til. Ólafur fær hann úr innkastinu, ræðist á hverjulega erfitt, reynir sendingin inn á Kovacs. Það endar hjá Tómasi. Það er Klóver á Aron. Eftir á Klóver. Tómas út í hóflinu, Skrefan og hérna virðist vera tekur fallegt skot hérna, fallandi frá körfunni. Arthur með gott frákast en hreyfingin inn að körfunni var eitthvað pínu skrítin hjá honum. Já, komið svo langt undir körfuna, hann sá að þegar hann var komið loftið. Já, og Bartul inn að körfunni, fær ekki villu hérna. Símon Kovacs stekkur sér á Lúsien. Þannig að fá að eitthvað aðeins að snertast hérna. Aron, Ólafur gerir vel í vörninni og þetta er allt saman mjög skrítið. Og Aron Elvar, þá var það Daði Már, bara kemur hlaupandi af bekknum og Aron fær að hvíla sig bara með það sama. Og Arthur líka og Baldur kemur inn á. Já. En 45-37. 8 mínútur eftir á þriðja leiknum. Það mínútur liðnar af síðan hálfleik, vantar enda stig á töfluna frá heimamönnum og sendingin frá Bartul hérna skrítinn. Já, liðinu sem þarna að kópia hvort annað. Já. Innkast
sem Skagamenn eiga. Fá smá hjálp hérna frá gestunum. Lucien. Það er hundurinn frá Baldri út á Clover. Einu sending og fær hérna. Þetta er mjög erfitt allt saman. Það er hvernig fjóri tapaði boltar á fyrstu tveimur mínútunum fyrir umferð. Já, þetta er engan veginn nóg gott. Og ég myndi að halda skori Skallagrímsmenn hérna. Það hlýja út í Salgado að taka leikli Marino. Kovac sem að ræðst hérna körfunni, finnur Ólaf undir körfunni. Hann er í erfiðleikum, kemur hann þá út á Marino. Hann á Battle. 7 sekundur á skotklukkunni. Lucien til varnar, hann getur ekki beitt sig að fullum krafti þarna. Ólafur í þristinn, hittir ekki. Clover með frákastið. Og Bergþór slær hann síðan út af. Lucien upp með boltan. Það er hundurinn frá Daða. Ólafur á skiptaðar af því og Lucien fer í þristinn, hittir ekki. Tómas með enn eitt frákastið. Frákasta hæstur hjá Skagaliðinu. Var það í fyrri hálfleik með 7 fráköst. Og vinnur innkast. Og 13 sekundur eftir á klukkunni. Lucien fær hann í innkastinu. Tómas stillir sér upp undir körfunni, óöppinn. Vantar enda stiga í töfluna frá IA. Bergþór með frábæra hreyfingu inn á körfunni. Það er bara fjórða eða 5. tilraun að vera sem er nákvæmlega svona. Og Salgado býður með leiklið. 10 stjörnum. Tómas. Clover kemur út úr hundrunum hana, fer síðan í flótskotið þar á stutt. Ólafur með frákastið og vill að dæmda á Daða. Og þá kemur Þórður Freyr inn á fyrir Tómas. Mínútur og 35 sekundur liðnar af þriðja leikluta án þess að Skagamenn komast á blað, en þeim til vonar eru bara 6 stig komin frá vestunum. Já. Þetta gerður komst auðvitað 10 stigum yfir í fyrri hálfleik snemma. Og Skagamenn ná að snúa í sigurinn að Þórður Freyr á Lucien. Lucien fer í þristinn, hittir ekki. Baldur með frákastið. Kovac mættur til að verjast því. Og verð þetta skot Ólafur á Bergþór. Símon Kovac frábærlega spilað en Kovac tekur frákastið sjálfur. Og það hlaut að koma að því ekkert stig á fyrstu 4 mínútunum hjá IA hér í síðari hálfleik og það kann ekki góður lukka stýra gegn þessu Skallagrímsliði. Og Battle ekki búinn að skora neitt af þessum stigum sem er þá stigahæstur þeirra Kovac eins og að komið 12 stig. Og Hugo Salgado, ég held við hættum í þessu. What did I do in South? Who are you? To walk in South? Walk! Don't even make them fall. The season is not over. If you guys think the season is over, go home now. Go home today. Today! Schedule, flights, whatever. This shit is not over. Það vantar ekki eldmóðinn þarna Hannibal. Ég vona að þetta hafi skilað sér heim því að hann var bara að minna menn á tímabilið er ekki búið. Ef þið finnst að tímabilið sé búið, farðu það. Já, ef þetta er ekki tuska framan í menn þá veit ég ekki hvað gerir það, skilur. Það er ekki oft sem hann... Nei, þetta er dagfast prúður maður. En blóðheitur, eins og margir fyrir öðru búar. Og honum er greinilega ekki saman þetta. Það er svona það sem ég tek út úr þessu. Og væntanlega fyrst og fremst ósáttur við varnarleikinn. Og það eru Skallagrímsmenn sem að ná að pressa boltan hérna af Lucien. En svona ræða getur verið tvíeggjuð.
ekki svar. Já, ef að menn eru tilbúinir að taka þessu þá er þetta frábær ræða en að sjálfsög getur hún haft fyrir árið Marino færir með körfunni og klarar þetta. Ég er vissum að þekkjandi ríun á milli þessara félaga og milli þessara bæjarfélaga og liða að það að heyra þjálfara í að tala svona í leikli hefur æsir upp pínlítið og hlakkar í borgnesingum, myndi ég halda. En þá kemur skipting, Baldur kemur á velli og Felix kemur inn á, Aron Elvar kemur inn á fyrir Daða. Það er tölverður efniviður á leiðinu upp hérna hjá IA. Felix er einn af þeim. Og svo hann brýtur múrinn í þriðja leikluta þegar 5 mínútur og 14 sekúndur eftir. Já, hann hætti að koma að því. En þetta er alls ekki búið. Við setjum mikið út í niður. Við þurfum að fara að fá bara svar frá þeim á varnarhelmingnum. Ólafur klarar þetta virkilega vel. Það er hundurinn með Aron Þórður fór út í horninu. Þórður setur boltan út á Klóver, hann er galopinn, Kristur í voni. Fín sókn núna. Kovacs, frábær vörn þarna. Felix, en Kovacs tekur frákasti sjálfur. Felix reynir að blokka hann, fær villuna. Dæmd á sig. Það eru fráköst ekki síst sem eru að þvælast fyrir en áhugavert samt að í samkvæmt tölfræðinni. Maður hefur á tilfinningunni að Skallagrímur sé að frákast allt. Já. En það munar bara einhverjum 2 frákastum á liðunum. Nú er Kovacs að taka víti nr. 11 og 12 hjá sér í leiknum en meðan allt íalið hefur tekið núna. Já. Það segir svolítið það hvernig bolta þeirra að spila. Þeir eru undir körfunni, sækja snertingar og það skilur sér á vítaleikum. Kovacs setur síðara víti niður 54-42. Lucien, við þurfum að fá fleiri stig frá Lucien. Klóver í þristinn, beint á henni aftur. Já, það er svona 10 stig. En Klóver er svona stuðkall, getur dottið í mikið stuð. Því miður, getur dottið niður á milli líka. Kovacs. Ólafur á Marino og Davíð reynir að koma honum inn á Kovacs en vel gert. Og Felix. Það fáði nýja spillu. Já, það er stæmt fótur á hann hana. Já, Felix það er að berjast við. Kovacs notar olbóan hana. Dómararnir sjá það ekki. Skópla sér hana fram hjá Felix. Ungi maðurinn kannski full kurteis við hann hana. Að láta hann komast upp með þetta. Klóver út á Aron. Aron galopinn, fer í þristinn, hittir ekki. En þetta var fínt færi. Ólafur inn á körfunni. Felix til varnar. Ólafur hangir í loftinu hana. Fín vörn með Felix. Aron ætlar alla leið eða hvað? Nei, hikar. Klóver ætlar alla leið. Kovacs með snertingun á hann hana. Ekki dæmt. Aron tekur frákastið. Þetta er með, sko, ég ætla ekki að leggja það vann með að sigla út dómgjöld en Kovacs getur að fá milljón svona på í þessum leik í dag. Já. Smá perlis í Ólafur hérna. Þá fer Klóver væntanlega sterkt inn að körfunni. Davíð og Bakkur slær í spjaldið og 2 stig. Og 9 stig. Þetta er langt frá því að vera búið. Arnar Smári er að koma inn á aftur fyrir Skallagrím. Já. Það er vonaneisti. Skildi Salgado vera sáttur með svarið sem hann er að fá frá liðinu. Ólafur og Arnar. Kovacs. Kortur lítið vel hérna hjá Skallagrími núna. Kovacs sér hennan unga mann gegn sér og lætur vaða á hann.
og enn einu sinni fær hann villuna en hann setur skotið onni. Felix ekkert öfundsverður hana. En við sjáum það, Hugo að spyrja dómarinn út í það. Akkur þetta dæmt en ekki hinum meginn. Já. Í þeir fá að skipti sem Skagamenn fara undir körfuna, þá eru þeir samt ekki að fá. En það er eitt sem að maður getur kannski, sko, nú þekktum við til dæmis Jamarco Warren sem að spilaði hérna fyrir einmitt einhverjum 8 árum síðan eitthvað svoleiðis. Þetta er oft spurningum líka hversu miklum krafti ferðu upp að körfunni. Og Þórður nær að opna sig, fer í þristinn, aðeins og stuttur, Felix reynir við frákastinn, nær ekki, Davíð. Þetta er orðið pínu svona óðagott. Skallagrímsmenn eru alveg með stemminguna sín megin, finna það alveg. En munurinn er samt ekki nema 13 stig. Nú ætla ég að gera athugasemd. Hannibal, ég veit ekki hvort þú varst að fylgjast með líkamstjáningu leikmanna hérna þegar Salgado kallaði hvaða leikkerfi hann vildi fá. Að Kristoffer Klóver þegar hann þurfti að láta boltan til Lucien, lappar hann í burtu, fórnar höndum. Þetta er ekki gott að sjá. Hann er ekki vel stemdur. Nei. En Skagamenn eiga innkast hér undir körfunni. Og Lucien fær hann út í horninu. Arnór Smári loka vel á hann. Felix aftur á Lucien, aftur á Felix. Felix út á Aron. Aron á Þórð. Fín hreyfing á boltanum. Þórður í þristinn, hittir ekki. En spilið gott. Og keyra Skallagrímsmenn. Batúl gerir þetta feikilega vel. 22-10 þessum leikunda. Lucien í þristinn af driplinu. Það er alltaf erfiðara. Batúl, smá hik hérna á honum. Davíð í þristinn. Það er það síðasta sem að Skagamenn þurftu að fara hann í gang. Koma hjá Davíð Guðmundssoni 65-47 en Aron í þristinn og langur. Klóver nær ekki frákastinu, það gerir Þorsteinn hins vegar. Tökum eftir því að ungu mennirnir Július og Tristan og Davíð aftur. Nú er þetta farið að líta bara hræðilega illa út. Munurinn skildir á 21 stig. Lucien og Aron gerir þetta vel, fær villuna og skorar. Skagamenn þurfti virkilega á þessu að halda. Staðan var orðin 28-10 í þessum leikum. En eins og komst inn á hérna í hálfleik, þegar síðari hálfleikurinn var að hefjast, það er þessi þriðji leikluti, þetta er verri en Svíagrílan í handboltanum. Þetta er alveg merkilegt og þetta er búið að vera lengi. Það þarf að kalla á einhvern særingamann. Munar einhverju sekundu eða tveimur á skotklukku og leikklukku. Batúl keyrir inn að körfunni, þetta er rúningur, frábærlega gert. 9,1 eftir. Aron keyrir á hringinn. Alex Tristan í þristinn, hittir ekki. En fínasta skot. 69-50 er staðan hér fyrir loka leiklutan. Þessi leikluti 28-12. 28-13. Það er enga megin nógu gott. En hann er búinn. Hins vegar. Munurinn er 19 stig og við höfum alveg séð að það býr alveg í þessu liði að berjast tilbaka. Klárlega.
fjórði leiklutin gegn Hamri hérna í síðasta heimaleik var til dæmis þannig leikur. En það þarf eitthvað meira heldur en hefur við verið að sjá hérna í þriðja leikluta. Brian Anthony Battle með 17 stig fyrir Skallagrím. Kovacs með 20. Kovacs 20, já, hann með 20 stig, hann að stigahæstur þar. Kristoffer Kalli Klóver með 20 fyrir Skagan, hann eini maðurinn yfir 10 stigum. Aron Elvar með 8, Tómas Andri með 7. Og það sem að hefur vantað tilfinnilega í þennan leik meira framlag frá Lucien Thomas Kristoffis með 2 af 9 í skotum, 0 af 5 í þristum, 6 stig. Það bara, við þurfum meira. Hann heitlaði mig mjög þegar hann var nýkominn. Fyrsti leikurinn hans bara stóð sér frábærlega. Býrhellingur í þessu strák sem ekki að ná að skila sér alveg akkurat þessa stundina. Kristoffer Klóver kemur aftur inn á. Það fengu mjög stuttan tíma ungumennirnir. Ef við náðum þá að koma inn á í lok leiklutans. Ég tók ekki eftir. En það eru Skagamenn sem byrja fjórða leiklutan og þetta komið á stað. Þetta tapa alltaf innan. Algjörlega. Lucien keyrir inn á körfunni. Þorsteinn Þórarinsson fiskar reyningin á hann og það er fjórða villan á Klóverni á Lucien, ekki rétt? Jú. Varnarleikur og frákast er aðeins merki Þorsteins, hefur alltaf verið. Það eru Skagamenn komnir í svæðisvörn á ný. Bergþór á Arnar sem að kemst inn á teiginn, setur umhverf á Þorstein sem að spila þessu niður. Borgnesingar fagna ákall. Þórður nær ekki skotinu, setur hann út í horni á Klóver. Aron Elvar keyrir inn. Náða að brjóta einn ökla þarna á leiðinni. Frábær barátta þarna hjá Felix, en vel gert hins vegar hjá Bergþóri. Kastar boltanum í Þórð Frey og út af. Sem er búin að geta mönnum með liðin sem allt er að ganga upp hjá og ekki að ganga upp hjá. Akkurat. Það er út í horni á Bergþór. Fær skotið gefins og setur það bara þakkar pent fyrir sig. 74-50. Aron Lucien með körfunni út af Klóver. Klóver í einhverju pínu rugli þarna. Þórður Freyr með honum út í horninu. Bergþór á Battle og þetta er frábærlega klárað. Þetta er svona Sirkusin er komin. Já, við líka bara snúa hýpnum og strá salti. Það er ekki bara málið. Þetta var rosalegt. Þorsteini, þau ítvækist þegar skoti, hittir ekki, Felix með frákastið. Já, vel gert hjá honum. Þórður, flott skot frá honum, beint ofan í. Vel gert. Ég gat ekki annað en að búa til hérna smá highlight úr þessari sókn hjá Skallagrími í fyrsta sinn í kvöld. Arnar með þrist út í horninu, aðeins skakkur, hittir ekki. Klóver á Þórð. Þórður undir á Elvar. Felix dálítið fastur í spjaldi hérna. Og fá
dýrmættar mínútur í reynslubankan. Felix, Davíð inn að körfunni, gerir þetta vel, leggur hann onni. Þau hana Arnar Smári setur hann í spjaldi og Battle klárar þetta og þá tekið leikli. Það Hugo Salgado, þetta bara búið að slátra þessum leik hérna, en það sérðu það bara á andlitum heimaliðsins að þetta búið og það er síðan þetta búið. Það er 35-15 inn í seinni hálfleik og það er bara nánast munurinn á liðunum. Fyrri hálfleikurinn var fínn með báðum liðum, jafn og skemmtilegur, en seinni hálfleikurinn hefur verið bara einstefna. Já, við verðum að sjá þetta aftur hér. Óboðslega falleg karfa. Já. Og við erum þess verið að sjá hann aftur. Alltaf, ég er svona, kannski svona léttara hjali Hannibal, ég er ennþá, það er mikið áhugamál hjá mér að nota íslensk hugtök í lýsingum hjá mér, hvort sem það er í fótbolta eða körfubolta eða keilu eða hverju sem það er. Alley-oop. Ég hef verið í miklu vandræðum. Ég til dæmis, ég veit hvað það fara og ég er ekki þetta er náttúrulega sirkuskarfa, en mér finnst það ekki einhvern veginn fanga. Holly Hú var reynt, sko. Það er ekki droslega íslenskt samt. Nei. Sko, beina þýðingi, sko, alley er náttúrulega öngstræti. Eða bakstræti. Já. Bakstrætis. Já, bakstrætis. En þetta með eins og þetta flóter, flótskot finnst mér bara miklu flottara. Já. Július, Gauður Kristinn. Frábært, Július Dúra Lóna, stimpar sig inn hér. Já, þetta er gaman að sjá. Alex Tristan, einnig kominn inn á Július Dúra Lóna. Felix, það er bara Lucien og ungliða hreyfingin inn á núna, 6 mínútur eftir. Og Battu ekki vandræði með að komast upp á körfunni og leggur hann onni inn á vinstri. Þetta Grísmenn. Það er ekkert að slaka á þessu samt. Það er ekki greiða gerðir hér. Frábær vörn hjá Þorsteini en Villa dæmt hins vegar. Lokaði vel á Lucien þarna. Aðeins og ákáður. Og síðan fyrir Kristinn í horninu, hittir ekki. Svo Kristina Bergþór, hittir ekki. Það hefði hann svo sem hélt að vera nær. Og síðan gegn Battu, Þórður í langan frist. Þórður fær ekkert nema net. Þessi var bara úr borðinu. Já, það við þetta. Og Arnar Smári keyrir inn að körfunni. Já, þetta er það sem það er. En gaman að sjá, menn eru bara áhrættir við að Július, og þá Þórð, Arnar til varnar, Þórður gerir þetta vel, býsir til pláss. Lucien að reyna og tækni Villa Þorstein. Og Lucien ekki hrifinn af þessu. Þannig að Þorsteinn var að kvarta yfir því að Lucien var að reyna að fiska, eða honum fannst það. Það lætur hann heyra og tækni Villa á Þorsteinn Þórarinsson. Og hver er það sem tekur vítin? Það er Lucien sem tekur vítin fyrir Skagan. Símon Kovács að koma inn á fyrir Þorsteinn. Þorsteini fagnar óspart á bekknum fyrir þessa tæknivillu. Áhugavert. Já, ekki gekk það. Skallagrímur á þá boltan.
Davíð Lundvörð, það er ekki að finna plássið. Það eru kvikki fætur núna í vörðinni. Baktul í þristinn, erfiður. En Kovacs með enn eitt frákastið. Felix til varnar. Og Felix ræður ekkert við hann þarna. Þarna er nú líka reynsla. Og Felix á Július. Július fer í tveggjastiga skoti beint á hann. Hann líka ekki skoti hérna, það er ekkert nema með. Hættur hann núna. Það er boltan aftur út í hornið á Bergþór. Davíð í þristinn, hittir ekki, tekur eigið frákast. Út í hornið á Arnar. Arnar tegir í vinnarkörfunni, snöggur á fyrsta skrefinu, finnur Kovacs. Einar smiðskoti á honum. Og Július út í horninu, þryggjast þetta ekki. Það er bara, af hverju er þessi maður ekki búinn að vera inn á þennan tíma? Frábær innkoma hjá Júliusi. Bergþór fer í þryggjasta skotið, allt og opinn. Lucien með frákastið. Lucien út á kantinn á Þór. Þórður keyrir inn á körfunni, fer í smiðskotið, gerir þetta frábærlega. Já, ætli Hugo sé að hugsa saman við. Baktul yfir á Bergþór. Það var Davíð í horninu. Þannig að þeir eru eftir að spila mjög rætt núna. Þetta opnar sig. Eftirspáði, það er hundurinn undir á Bergþór. Vörðin gleymir sér. Og þeir fara yfir 90 stiga múrinn. Það er 48 eftir. Lucien undir mikilli pressu hérna. Og Július á Alex Tristan, Tristur þar, hittir ekki. Lucien með þokkafrákastið. Já, og Lucien komur út í hornið. Þau langar að finna sér skot þegar keyrir inn að körfunni, finnur Felix og Stúmur Kovacs. Dæmdur brotlegur. Og þá er þreföldskipting hjá Borgnesingum. Að koma inn á í fyrsta sinn í dag Bjarki Daði Einarsson nr. 5 og Kristján Sigurður Sveinsson nr. 20. Marino kemur einnig inn á Bergþór, Arnar og Davíð af velli. Áhugavert að Skagamenn sem er hérna 25 stigum undir eru búin að gefa sínum yngri leikmönnum miklu fleiri mínútur heldur en liðið sem að er að vinna með 25 stigum. Þannig að annað félagið er að reyna að byggja upp. Það er gert fyrir Július þarna. Það er slaðið boltan. Það er Kovacs með sinni í dag. Já, hérna er Július búinn að eiga frábæra innkomi hérna. Já, og sóknarlega er hann búinn að vera mjög sterkur. Já, með 8 stig á einhverjum réttum 5 mínútum. Þorður langt fyrir utan, fer í þristinn, hittir ekki, við vitum að hann getur þetta. Július er bara til að næra ekki vandaboltanum. Það fara Skagamenn í pressuna. Kovacs unna körfunni. Þetta er ekki hefðbundið en áhrifaríkt. Lucien. Þeir vinna körfunni, næri ekki að klára þetta. Þetta er erfitt. Marino fram á Baktul, hann á Kristján sem að hittir ekki. Það er Skagamenn sem keyra. Og Lucien illa á Baktul hana. Hárrétt. Já, það leit út fyrir spennandi leik hérna lengi framan af Hannibal. En síðan síðari hálfleikurinn. Blessaður þriðji leikritin kom og skemmti allt. Já, og ekki hérna, það skálaði hann svo sem ekki mikið í fjórða. Kovacs að ná sér í villu. Hans fjórða.
1,5 mínúta rétt rúm eftir og það er bónus. Það er fyrir að línuna. Þórður komið með 14 stig í leiknum. 3 frákvist, 4 stóðsendingar. Getur bætt í sarpinn hérna. Gerir það. Síðaravíku Geigar. Felix hérna í barðunni. Kovacs gengur ekki. Kovacs. Getur Þórðin að pota hendinu bóta. Þetta er eitthvað sem að Kristján keirir á körfuna. Hittir ekki Felix með framhaldið. Og bætir við 2 stigum frá sér. En Skólinn bóttið að Þórði. Lúsien finnur Þórð upp í horninu. Fyrir Kristinn Beintoni. Það er 21 stigs munur hér. Þetta svona léttir okkur aðeins lundina. Já. Það er ekki allt gott ef endurinn er góð. Já, Bjartur stöður með boltan hana. Lúsien finnur með boltan. Þórður út á kanti, langt fyrir utan, þryggjastega, hittir ekki. Hann hefur algjörlega fullt skotleyfi á þessu færi, Þórður Freyr. Hún keirir á körfuna, finnur Kovacs. Skrefmygt að þessu, en ótrúlega magnaðar hreyfingar í kringum, þessar skothreyfingar hans í kringum körfuna. Virkar allt svo stíft en allt einhvern veginn samt svo mjúkt og onni, já. Akkurat. Vill á Battul. Og aftur komnir í þetta full mikla drikk í sóknarleik. Ekki það. Lúsien bætir í stíði fyrir Skagamenn. 72-94. Fjórði leiklutin er að svona líta örlítið betur út heldur en sá þriðji. Sérstaklega eftir þessi síðustu mínútur. Battul fyrir boltan. Július stelur boltanum en missir hann út af. Það stígur á línuna skulum við segja. 12 sekúndur eftir. Dribblar Battul bara út þennan leik. En þannig að þakka hver öðru fyrir leikinn og þá rennur þetta bara út. Og lokatölur 94-73. Við kannski förum yfir, já, bara stiga skorunna eins og hún lagði sig. Byrjum á heimamönnum. Það er Aron Elvar með 8 stig, Þórður Freyr með 18, Kristoffer með 20 og Lúsien með 8. Þetta er byrjunarliðið að bekknum kom Tómas Andri sterkur inn með 7 stig. Allt í fyrri hálfleik. Já, og svo kom Július núna í seinni hálfleik með 8 stig og Felix Heiðar setti 2 eins og Ómar Örn Helgason. Já, ég vil lauma því að hérna með Július Dóra núna, hann er með 100% skotnýtingu hvort sem er í 2 stega eða 3 stega. Verðum við ekki að halda því til það? Skallagríms menn voru náttúrulega öllu duglegri við að skora. Stigaðastur Símon Kovacs með 28, Brian Battul með 23, síðan Davíð Guðmundsson og Bergþór Ægir með 11 stig, Hóar Marino með 8, Ólafur Þorri 7, Arnar Smári 4 og Þorsteinn Þórarinsson með 2, Arnar Smári með 4. Já, þetta er svona endirinn á leiknum eða í rauninni eins og þú segir, þriðji leiklutin eru vonbrigðin. Hinir leiklutarnir, þegar maður horfir á stigatölurnar, fjórði leiklutin 25-23 með frábæri í rauninni innkomu ungu leikmanna hjá IA í fjórða leiklutin. Þeir eru að spila á móti byrjunarliði Borgnesinga nánast í 8 mínútur. Þannig að það er bara, sko,
þetta summur er kannski svolítið uppbyggur bara það sem að tímum átt að gefa í að leiðinu. Það var það bara, við vorum bara leggir í þessu. Og það var það sem að gerðist þarna í þessu seinni hálfleik, sérstaklega í fjóruleiknum. Og þeir uppskára fast með helling þar. Akkurat. Og ég meina mikilvæg reynsla fyrir alla þessa ungu menn. Felix fékk fullt af mínútum, við erum að tala um að Þórður Freyr. Hann er byrjunarliðsmaður en hann er, gleymum við ekki, hann er, hvað er hann, 17, 18 ári? Hann er á 17 ári. Já, 17 ári, hann er með 35 mínútur, 28 sekundur. Daði Már reyndar fær svona fæstar af þeim. Við erum að tala um Júlíus Dúran núna, fær hérna 7,5 mínútur, Alex Tristan 8,03, Felix 15 mínútur. Þetta er náttúrulega, og Felix sérstaklega er í rauninni þá að njóta góðs að fjarveru Hendrik Engelbrecht sem er meiddur. Vonandi verður hann klár í næsta leik en það er nú ekki, það er nú að styttast í þessu tímabili. Það eru 2 leikir eftir, það er Sindri hérna heimavelli sem að verður sannlega 21. mars og svo er það síðasti leikurinn er úti á móti Fjölni 25. mars. Já, við förum nú að segja þetta gott hérna Hannibal, það er búið að vera mér sérstök ánægja og langþráð ánægja að hafa þið hérna með mér í lýsingunni og við bara minnum á að það er hellingur framöndan hjá okkur á IATV, þið getið alltaf séð fylgst með dagskráni hjá okkur á iatv.is. Næsta verkefni okkar til dæmis á laugardaginn klukkan 2, Kári gegn KH í Lengjubikar karla og síðan í næstu viku einmitt Sindri síðasti heimaleikurinn í körfunni. Sá leikur hefst klukkan 19:15 og við aðsjálfsögum hvetjum ykkur til þess að sjá það og síðan er auðvitað áfram meiri Lengjubikar. En eins og ég segi, iatv.is, verðið ítið og subscribe á YouTube ef þið eru ekki búin að því, fylgjið okkur á Twitter, fylgjið okkur á Facebook, Instagram, bara þá missið þið aldrei að nokkur hlut. En Hannibal, takk kærlega fyrir samverðuna og eins þakka ég ykkur fyrir að horfa og bara þangað til næsta þá bara bið ég ykkur vel að lifa og hafa það sem allra best. Takk fyrir okkur.